Þannig, var þetta skyldusigur? Alls ekki, það enginn skyldusigur fyrir okkur. Við erum í hörku baráttu í þessari deild og búin að vera það í alla vetur. Við erum búin að vera að berjast þetta sæti í úrslitakeppni sem okkur langar í og þetta var skrifið það átt en þetta var erfið fæðing og þetta erfið. Það erfitt að spila í þessu húsi og Blikarnir hafa verið að spila fullt af hörku leikjum og við erum bara alls hæl með þetta. Ég tók eftir að þið voru ofta jafnvel svona þrítekka Danny Williams í hinu liðinu. Og þið einbeitt ykkur dálítið mikið henni? Nei, ég meina hún náttúrulega aðalskoðarinn. Hún skoraði 23 stig af 34 í fyrri hálfleikjum. Þannig að þú veist, það gefur auðvitað leið. Það helviti há prósenta sem hún að setja. Hún frábær í körfu þessu stelpa, ótrúlega flottur leikmaður. Sennilega lélegasti varnarmaður norðan Narpakalla en frábær sóknarmaður. Við vorum bara að gera það sem við þurftum að gera og þetta bara hluta því að það var að tvítakana á ákveðnum stöðum. Þú varst að nota varamennina dálítið mikið, svona þeir aðeins mistu líka svona, Blikarnir náðu næstu að ná til þessu tilbaka í öðrum leikluta. En svona getur þú talað um hvað er flott eða maður bara... Mér finnst bara flott hvernig stelpurnar mínir að reakta. Það kemur oft svona smá bakslag þegar maður fer djúpt á bekkinn. Það er eðlilegt. Ég meina, horfðu á liðið síðan með höndunum og segðu mér að þú myndir taka einhverja af þeim og setja, ég meit landsliðsmann eða samkvæmt landsliðsþjálfarinn, þá er ég bara meit leikmann í landsliðinu. Þannig að það er eðlilegt að þetta aðeins veikist, en það sem mér finnst flott og ég er ógeðslega ánægður með að þær halda alltaf haus. Hinnar koma tilbaka en svo komum við aftur með smá rönn og það er styrkleiki og sýnir rauninni hvað þeir eru góðar í körfu. Það finnst mér svona lykillinn í þessu. Til hamingju með þetta. Takk fyrir.